Bankahrunið hefur orðið mörgum spákaupmönnum og bröskurum gríðarleg tekjulind. Í lögmætu og ólögmætu braski hafa menn haft hagnað upp á 100 milljarða króna. Mestur hagnaður hefur verið í viðskiptum með kröfur á hina föllnu banka, en þar hefur reiknaður hagnaður verið upp á fleiri 100 milljarða. Gjaldeyris brask hefur einnig skilað bröskurum milljörðum í gróða, jafnvel 20 milljörðum, og valdið þjóðarbúinu og almenningi öllum samsvarandi tjóni. Í þessu samhengi má segja að eins dauði sé annars brauð. Snjallir viðskiptamenn láta ekki að sér hæða þó að efnahagskerfi heillar þjóðar sé í rúst. Hæstu gróða upphæðirnar hafa verið í viðskiptum með kröfur í hina föllnu banka. Þetta er ekki flókin viðskipti. Bankarnir fjármögnuðu sig áður fyrr með beinum lánum og síðan með því að gefa út skuldabréf og selja á opnum markaði. Þegar bankarnir fóru á hausinn breyttust þessi skuldabréfi í kröfur í þrotabú þeirra og þessar kröfur hafa gengið kaupum og sölum í líflegum viðskiptum. Þróun að verði þessara skuldabréfa eða krafna hefur verið ævintýraleg út frá sjónarhóli braskarans. Eftir hrun og fram að áramótum var þetta að fá skuldabréf útgefnum af Kaupþingi og Glitni á 3–5% af upphaflegu verðgildi. Skuldabréf upp á 100 milljónir evra var þá keypt á 5 milljónir evra. Þannig var staðurinn áramót, en síðan hefur verðið á þessum kröfum hækkað stig af stigi. Nú er verð þessara krafna upp á 100 milljónir evra, 22–23 milljónir evra. Þetta er gríðarlegur hagnaður eða 5-földun til 6-földun á nokkra mánaða tímabili. Hjá HF verðbréfum hafa menn fylgst með og haft milligöngu þessi viðskipti. Þeir aðilar sem þarna eru að kaupa eru að miklu leyti svokallaðir vogunarsjóðir sem eru þá kannski að sérhæfa sig í skuldabréfum fyrirtækja sem eru í vandræðum. Og það liggur fyrir núna að minnstakosti 14–15 milljarðar evra af þeim skuldabréfum sem voru útistandandi á bankana eru komnar í hendurnar á þessum fjárfestum. Það lætur nærri að það er allavega velta upp á 20 milljónir evra á hverjum einasta degi. Á þeim tíma sem að þessi gríðarlega hækkun verður úr 3–4–5% á nafnirið og upp í núna 20–25, eru kröfuhöfum að skipta kannski margoft hendur á þessum tíma? Ég held að það megi segja að stór hluti af þessum vogunarsjóðum sem eru stærstir, þeir hafa ekkert selt. Þeir hafa keypt, þeir hafa verið kaupendur og þeir eru áfram kaupendur. Þannig að ég held að þeir hafa ekki ennþá, ef maður getur sagt eins og innleyst til sín einn hagnað sem að þýðir það að þeir eru bjartsýnir á að fá jafnvel ennþá meira út úr þessu. Þetta eru feiknarmikil viðskipti og hagnaðurinn í samræmi við það, innleystur eða óinnleystur. Þó menn gefur sér að aðeins helmingur þessara krafna hefur verið keyptur á 5% og seldur aftur á 20%, er hagnaðurinn ríflega 200 milljarðar króna. Þó að vogunarsjóðir hafi á sér neikvætt yfirbragð í dag telur Agnar að þeir séu betri eigendur Arion banka og Íslandsbanka en erlendu bankarnir sem eru einnig stóri kröfuhafar. Útlensku stórbankarnir séu brenndir og sárir og hyggja á dómsmál á hendur íslenska ríkinu. Það má kannski vera að það sé einfeldningsháttur en það má svo sem líka vona það að þeir aðilar sem að hafa fjárfest hér og hagnast alla þessa milljarða, að þeir séu þá kannski reiðubúnir að taka hlut af ágóðanum og setja hann í eitthvað ný tekjuskapandi verkefni af því að menn hljóta jú að vera að þessu að einhverju leyti vegna þess að þeir hafa trú á því sem hér er að gerast. Það vekur athygli að enn eru menn tilbúnir til að borga smávægilegt verð fyrir skuldabréfakröfur í Landsbankann. Pappírar sem ættu að vera vita verðlausir. Að baki þessu liggur svo trú að annarkvort tapi íslenska ríkið dómsmáli sem kröfuhafar höfða vegna neyðarlagana eða þá að gengi krónunar hrynji. Úr þessu verði á kröfum í Landsbankann má því lesa að spákaupmenn veðji á hörmungar í formi gengis hruns eða tapaðs dómsmáls. Einn hópur sem hefur grætt vel eru þeir sem hafa verið að flytja út bíla, gröfur og aðra vinnuvélar. Útflutningurinn er mældur í tonnum, ekki stykkjum. Árið 2005 eru flutt út 870 tonn af notuðum bílum og vinnuvélum, tvöfalt meira árið eftir, og árið 2007 eru flutt út tæplega 3350 tonn í þessum flokki.
Síðan kemur risa stökki þessum útflutningi en á 12 mánaða tímabili frá hruni í september 2008 til ágústloka 2009 eru flutt út 11.280 tonn af notuðum vinnuvélum og bílum. Útflutningsverðmætið samkvæmt tölum Hagstofunnar á þessum tímabili nærri 9 milljarðar króna. Það er ómögulegt að segja til hversu marga vinnuvélar og bílar hafa verið seldar á landi en þær gætu skipt þúsundum. Þessi lögmætu viðskipti sem gefið hafa milljarði aðra hönd blikna þó í samanburði við það ólögmæta gjaldeyrisbrask sem hefur átt sér stað eftir að gjaldeyrishöft voru sett á í þeim tilgangi að verja krónuna. Meðal annars til að hindra að krónur sem voru á sveimi utan landsteinanna sópuðust inn í landið og þurrkuðu upp gjaldeyrisforðann. Þessar aflandskrónur féllu í verði við höftin og hægt að fá þær í vor tvöfalt ódýrari við evruskipti en þegar skipt var í Seðlabankanum. Þegar munurinn var mestur í vor borgaði Seðlabankinn 150 krónur fyrir evruna, þetta var hið opinbera gengi. Á sama tíma gátu menn fengið nærri 300 krónur, svokallar aflandskrónur fyrir evruna þegar skipt var í útlöndum. Á þennan mun reyndu menn að spila þó það stríddi við lög sem skilduðu menn til að skila gjaldeyri til landsins. Og auðvitað voru til staðar milligöngu aðilar sem buðu fram þjónustu sína og brutu einnig lögum leið. Þeir í rauninni kannski þá að sinna viðskiptum fyrir innlenda aðila og þannig í rauninni aðstoða aðila við að fara í kringum gjaldeyrishöftin. En hvers konar aðila eru þetta? Hvers konar aðila eru þetta? Þetta eru kannski í flestum tilfellum erlend félög sem eru þá stofnuð af innlendum aðilum í einhverjum tilvikum. Þetta eru á leppfélög sem Já, þetta eru í rauninni hálfgerð leppfélög sem eru þá nýtt og eru stofnuð í rauninni í þeim tilgangi að sinna slíkri milligöngu á aflandsmarkaði. Sá sem var að selja segjum fisk eða ferðaþjónustu til útlendinga og fekk 1.000.000 evrur fyrir í mars hefði samkvæmt lögum átt að skila þeim til Seðlabankans og fá 150 milljónir króna í staðinn. Brot hans felst í því að láta milligöngufyrirtæki skipta evrum í 300 milljónir aflandskróna, halda eftir helmingi ágóðans en senda restina til útflytandans. Bæði hann og milligöngumaðurinn eru lögbrjótar. Við erum líka að sjá dæmi það að það eru hreinir málamyndagerningar þar sem aðilar hafa verið að kaupa gjaldeyri hér heima í rauninni má segja á fölskum forsendum. En það er ljóst í þessum tilfellum þá að þessi gjaldeyrisviðskipti eru eingöngu gerð til þess að í rauninni að komast yfir erlendan gjaldeyri og flytja hann úr landi. Þessir aðilar eru meðal annars þá að nýta sér þjónustu milligöngu aðila og krónur koma þá inn á þessu sömu aðila. Í sumum tilfellum erum við að sjá gerninga þar sem er kaup á dýrari vörum eða fasteignum þar sem þá aftur gerðir bara samhliða gerningur að selja vöruna eða fasteignina bara samhliða. Þannig að það var aldrei tilgangurinn að eignast vöruna eða að eignast þá fasteignina. Heldur tilgangurinn eingöngu sá að koma erlendu gjaldeyri út úr landinu til þess í rauninni að skipta honum í íslenska krónur á aflandsmarkaði. Hugvitið þessara gengisbraskara eða gengisglæpamanna eru lítil takmörk sett. Til dæmis máttu fá alltaf 10 milljónir króna í gjaldeyri á hverja kennitölu til gjafa eða styrkja til útlanda. Þetta nýttu með sér með því að fá lánaðar kennitölur alltaf 30 manna, leggja 10 milljónir inn á íslenska bankareikninga þeirra, viðkomandi lög því svo til að það þyrfti gjaldeyri til að veita styrk eða gefa gjöf til útlanda. Gjaldeyririnn fór allur til sama milligönguaðilans sem aftur keyptu ódýrar aflandskrónur sem síðan rötuðu inn á íslenskan bankareikning braskarans. Það er jafnvel verið kannski að greiða fyrir notkunina á kennitölunu að einhverju marki þó alls ekki öllum og svo náttúrulega mikið verið að nýta þá kennitölur ættingja og jafnvel barna til þess að koma þessum peningum út. Með nýlegum breytingum á lögum var reynt að stemma stigu við því að menn gætu stundað þessa glæpi. Til dæmis nú ekki hægt að flytja aflandskrónur til landsins nema í undanþágu tilfellum. Og með því í rauninni erum við að koma í veg fyrir að þessar íslensku krónur sem eru í rauninni mörgum tilfellum og flestum tilfellum ágóði ólöglegra aflandsviðskipta, að þær í rauninni komist inn í landið og komist í notkun hér.